Nú sögu viljum sýna lítinn danskan prins í kastalanum fína, konungdæmisins við Helsingjareyri. Kastali hann stóð, pappans dáinn og mammans kynóð. Jambi, 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 jambi. Pentametis, bragform og stakund og limrur og ýmislegt fleira má finna í flestum verkum Shakespeare, þar að segja William Shakespeare, ekki einhvern fjarskyldan ættingja hans. Komið þið sæl. Kæru áhorfendur, við erum velkomin í þetta streymi hér frá Borgarleikhúsinu í þátt sem að ég kýs að kalla fordómar úr Fílabeinsturni. Hingað til mín komin Benedikt Erlingsson, leikari. Namaste. Namaste, Jæbakvan, nú megum við ekki gera neitt svona. Útsprittaður það ekki? Jú, við megum gera svona. Leikari, leikstjóri, kvikmyndagerðarmaður, kvikmyndaframleiðandi. Af hverju ekki Benedikt Erlingsson bakari? Afiðinn var bakari. Þetta svona spurningin svo Jónas af hverju ekki bakari? Þetta tekið beint það að hann var með pappa henni sem við vitum og byrjaði nákvæmlega. Já, af hverju ekki bakari? En ég vil taka það fram áður en við byrjum að tala að þetta lag sem ég spilaði hérna er eftir Benedikt. Já. Þetta var samið fyrir leikrit sem við stóðum báðir að hérna fyrir 20 ára síðan. Lagið er eftir mig en textin er eftir Bergþór Ingólfsson. Nú er það? Já. Hann hjálpaði mig með textan á þessum árum, þá var ég svolítið feiminn við texta. Þetta var í leiklisskóla og við vorum að setja upp verk sem hét Litli Hamlet. Já, alveg rétt. Já, þetta var það. Og svo nýttum við þetta, var það ekki í Shakespeare eins og leikur sér? Jú, nýttum við þetta þar. Þetta var tekið þar og komið þetta ekki svolítið óvart að ég skilji að byrja þessu? Jú, ég held þú ætlar að spila lagið hérna Kikka Kúkakokkur, sem ég samti líka ég kann það ekki. Nei. En þú, afinn var bakari, og þú sagði mér eitthvað frá því þess að ég byrjaði að spyrja þess. Þú sagði mér eitthvað að hann lenti í svona einhvern framsóknar pólitík sem að gerðum erfitt fyrir í rekstri, eða ekki? Jú, þetta var mjög skemmtilegt hvernig við grúpum okkur og tilhörum einhverjum hópum og flokkum hvort annað. Og jafnvel afi minn sem var frá Eyrarbakka, sem er nú bara hálftíma keyrsla, þegar hann kemur hérna 1916 til Reykjavíkur og vill verða bakari og svo vill hann stofna bakari, þá mætir hann ákveðnum vegga því hann er ekki partur af klíkunni. Hann er ekki reykvíkingur. Og þetta var svona andstæða, hann var ekki að réttum ættbálk, ekki réttum hópi, hann var eyrbekkingur. Og þá reyndi hann ýmislegt, þá gekk hann með sér í sjálfstæðisfélagi Vörð. Og það virkaði ekkert fyrir hann, en það var ekki fyrir hann að fór í Fimleika og Lúðrasveitina, sem hann eignaðist vini og kunningja og í fór hann í Fimleika og þá allt í einu opnuðust dyrnar. Og þá var hann allt í einu tekinn í hópinn. Þetta var svona ákveðin dæmisaga hvernig við sem svona grúppa erum alltaf að búa til ykkur að hópa. Þetta var bara svona út og dúr. Já, þetta til dæmis tengist í af hverju þú ert uppáhaldsleikari minn. Af hverju er það? Já, vegna þess að ég hef nánast alltaf kastað þér í allt sem ég gert, allt hér, og reynt að fá þig í allt. Og stundum hefur ekki tekist, ég var að reynda að fara, ég held að það bara verið Jesú litli, Ófara veröld, og eitthvað kannski eitt enn sem þú ekki verið í. Annars hefur alltaf verið sérstakur hirðir leikari hjá mér. Já, það var vegna þess að það var búið að mulstra mig í eitthvað annað og eitthvað svona, sko. Það var ekki það að ég hef ekki viljað, sko. Nei, því þú lítur út eins og sést frá Eyrarbakka, sko. Já. Það er þess vegna, sko. Þú sagðir eitthvað um mig, þú ert uppáhaldsleikari minn því þú ert svo óleikarlegur. Já, það er alveg rétt. Þú hefur einhverja orku, sko, sem... Hvernig er leikaralegu leikari þá? Sko, það verður náttúrulega til í öllum svona hópum, eins og í leikhúsinu, ákveðin svona ímynd hver fær að fara upp á sviðið. Já. Og að fara á svið, standa á sviði og segja fólki sögur ákveðin statustaka. Og þú veist, ég er nógu stór, ég er nógu merkilegur, ég er að réttum, þú veist, flokki, ég er réttum menntuna til að segja ykkur sögu. Og áhorfendur þurfa svona á splittsekundu að gefa þessari manneskju status, stöðu eða samþykkjana. Þess vegna sem ungi leikarar við titrandi að fá samþykki, skilur við, standa sig vel og eldri leikarar hafa það gefið. Allir bara, hann er komin í á, þú veist, sumir sögumenn hafa þetta gefið. Og það verður til, og sérstaklega í leiklistarskólum, þá verður til svona stundum í svona menningarsögunni, svona hópum svona ákveðin svona ímyndum hvaða týpur eiga að vera á sviði. Já. Þú veist, það eiga að vera líta einhverjum normum. Og við sjáum ekki Hollywood, við sjáum þetta í, þú veist, hvernig það verður til einhver svona týpa.
og svo uppreist gerð við það, sko, reglulega. Og ég man þegar þú varst að koma fram og þú varst ný típa, það var ekkert búið að hleypa svona strákum eins og þér upp á pall, sko. Nei, við áttum... En nú ert þú búin að ryðja brautina, sko. Já, sko, þegar ég var að fjórðabekk leiklistarskólanum, þá var ég að djöflast niður í Lindabæ, vorum að undirbúka leikrit og þá kemur Kjartan Bjargmundsson hérna inn, sem nú svona leikari og lék mikið hérna í gamla daga. Hann kemur hérna inn og þá hann að smíða, hann líka... Kjartan Bjargmundsson, hann gott dæmi, hann líka svona típa. Akkurat, hann trésmiður, sko, mennt líka og hann að koma með eitthvað timbur og sér hérna að ég inn á sviðinu að gera eitthvað. Þá sagði hann, kom til mér og sagði eftir, hvað, ert þú í leiklistarskólanum? Ég sagði, já, finnst þið það eitthvað skrítið? Já, eiginlega, því að það bara pláss fyrir eitt svona rockinharðan leikara. Þetta sími minn? Eitthvað að trufla nokkuð? Ég ekki með síma. Einmitt. Heyrðu, þú sagðir einmitt við mig, einmitt, þegar þú varst, við erum svona samtími í leiklistarskóla og þetta aðeins undan mér. Þegar ég útskrifast þá sagðir við mig, Dóri, það tvennt sem að þarf að kenna í þessum skóla. Sem að hefur aldrei verið gert og ég ætla að koma það á koppinn. Það annars vegar, af því ég er búinn að brenna mig á þessu sem ungu leikari. Það annars vegar að kenna fólki á skattinn, það að kenna fólki á verktakagreiðslurnar og viðtalstækni. Þú getur farið í viðtal og komið hræðilega illa út. Þú voru að kunna tækni. Ég ætla að kenna þetta. En nú ert þú hérna í viðtali hjá mér og búinn að fara í mörg viðtöl. Hvað hérna, hefurðu skólast í þessu? Já, minn skóli þú veist, þú getur bara holdt á, meistari meistarana í viðtölstækni er Halldór Laxness. Hann þarf ekkert að svara spurningunum. Það sem við kallum, hann pikkar upp impúls. Hvað langar mér að tala um? Skilurðu? Þú kemur með einhverja leiðilega spurningu. Það versta sem ég get gert er að fara að svara henni. En ég, eins og improviser, ég finn eitthvað í spurningunni, eitthvað þarna sem ég nenni að tala um. Og þú tekur það þaðan. Þannig að þetta væri upplagt í kennslu í leiklistarskóla, stilla fólkið upp. Og leika Halldór Laxness og svara eins og hann, eða setja á sig einhverja grímu eða eitthvað. Og þá far hinn, sko, leiklistarneminn að leika blaðamann, búið til heimskulega spurningar og svo framvegis. Og svo var hitt að telja fram til skatts, þetta var alveg hrikalegt áfall fyrir okkur, við vorum ung kynslóð sem gengum út úr leiklistarskóla og fyrsta árið okkar var skattfrjálst á þessum árum, ég veit ekki hvort það er ennþá þannig, eftir nám. Og við byrjuðum í bransanum og sumum gekk vel og sumum verr, en þeir sem fengu nóg að gera þetta fyrsta ár, þeir lentu í sko helvíti vegna þess að þeir höfðu svo mikla tekjur og þeir töldu ekki fram, þurfti ekki að telja þetta fram eða fenguðu skattfrjálst og voru áhyggjulausir, svo kom næsta ár og þeir kunnu ekki þetta. Við kunnum ekki að vera verktakar og okkur verið ít okkur á þá að vera verktakar og menn kunnu þetta ekki og menn lærðu þetta með bitri reynslu og borguðu skuldahalan mörg ár aftur í tíma. Já, það var náttúrulega þann, þú hélst bara á ættirna pening sem þú færði. Já, við vorum bara vitleysingjar og fá eitthvað pening og þetta er nú ekki mikill peningur og þú átt bara helminginn á honum og þú þarft að borga hitt í skatt og lífeyrissjóð var bara svona eitthvað sem tók bara 5-10 ár fyrir fólk að fatta. Já, þetta er eitthvað sem ætti að kenna, viðtalstækni og skattamál. Fá eitthvað endurskoðanda til að vera með námskeið. Já, þetta er grundvallaratriði. Þú lærði nú að setjast á teiknibólu, ekki? Jú, þetta er nefnilega sko, við skulum tala þess þetta, nám leikarans og þetta. Það er þetta sko, þú lærir ákveðin tricks, sko. Þú veist, þú ert smiður, handverksmaður, þá lærir bara ákveð verklag, bara, þú veist, lærir að gera ákveðna hluti bara svona manúalt, sko. Og ég er sammála því, ég held að leiklist sé miklu meira handverk heldur en allt annað og ég elska þessi tricks. Og þú þú lærðir hvað, sittast á teiknibólu? Já, ég skal bara sýna hérna. Þetta var bara tími hjá þér í skólanum? Já, ég var búinn að vera í skólanum í 2 daga þegar það bara, veist, þú var búinn að kynnast öllum og tala við alla nemendurna hérna og eitthvað, og fara í leikfim og svona. Og bara fyrsti tími í leiktækni. Skólastjórinn með okkur í þessum tíma, Gísli Aðfersson, og hann segir bara, bekkurinn situr og allir rosa spenntir að fá að gera eitthvað og leika. Og við heldum að myndum fá svona blöð, sko, veist, bara að leika eitthvað karakter og svona, nei. Sátum öll svona, kom hann stilt og stóla og sagði hér, á þessum stól hérna, sjáuðu mig hérna, er teiknibóla. Það var ekki alveg ímynduð teiknibóla. Nú vil ég að þið komið hérna upp, eitt af þeir og setjist á hana og reagirið á þessa teiknibóla. Hvernig ætlaði að gera það? Svo bara kom fólk upp eitt af öðru og setti, sérðu hvað ég náði þessu vel? Þannig að svo ættum við að leika þetta. Hvað svona? Svo kom einn af öðrum bara og með alls konar viðbrögð. Skilur þið?
Þetta tricks, handbragð, verkfærakista leikarans. En já, kannski... Nám okkar var nefnilega stundum allt of mikið fluffy og mystist og það var stundum verið að reyna að gera okkur meðvita, einhverjum ómeðvita hluti, eitthvað svona sjálfsanalýsera og var svona á einhverju gráu svæði og auðvelt fyrir að í leiklist svo auðvelt dregur að sér svona gúrútýpur sem eru svona valdafíklar og vilja flækja og mystifísera hluti. Og það svo mikið þetta í okkar bransa og það svo verðmætt þegar maður fær svona kennara sem virkilega kunna að skilja í sundur og einfalda. Og jafnvel þora að tala hlutina sem tricks. Meina, ég lærði til dæmis líka að hlæja á svið. Ég líka. Pétur Einarsson kenndi mig það. Og þetta... Ef hann hlæja, taka eina hláturæfingu, andar að sér og svo tæmir maður alveg. Og síðustu metrunum þá... Já, þannig að þú komist á stað. Já, og þá er maður í frædráttinum og þá kemur svona eitthvað eðlilegt kannski framhald af því. Ég lærði þetta og það var einn bekkjarfélagi minn sem var tekinn á teppið eftir þetta námskeið og það var bara sagt hann, heyrðu, þú ert að standa ágætlega að mörgu leyti en þú hlærði ekki nógu vel. Hláturinn ekki nógu góður, þú ert að vinna í honum. Já, þetta alveg. En svo líka þetta nú til dæmis veit ég að í leiklistaskólum erlendis, í Þýskalandi, mikið nota þetta aksjón. Að aksjónið fæðir af sér tilfinning og gjörð. Versus þetta skandinaviska sem þú veist að skandinavisku psykológíu. Þú veist að hugsa, Svíarnir segja alltaf var för áður að byrja að æfa. Hvað finnst þér þetta? Já, þetta eru tveir skólar og annar misskilningur. Og þetta samt rennur, báðir skólarnir koma frá Stanislavski. Þetta þessi Lee Strasberg sem fáviti og var í New York og dreifði einhverjum falsfréttum og fávita hugmyndum leiklist. Við skulum vona að sé að horfa á þetta. Sem byggðist á svona tilfinningalegu minni. En hann hafði verið einhverja viku eða 10 daga hjá Stanislavski sem var þá í einhverju svona þróunarvinnu. En í grunninn þetta aksjónteórían eða handlingar. Það að þú leikari brýtur niður verkefni sitt í gerðir sem eru skýrar og einfaldar og hann getur gert í sannleika. Þú veist, þannig að leikari hann á að fara inn á sviðið og sjá konu og fara á hnén og segja ég elska þig. Þannig að hún trúar honum og allir heyri í honum. Þetta ómögulegt verkefni í rauninni, þetta Rauðatorgið. Leikari á Rauðatorginu á sviði og hann á að játa konu ást sína. Þannig að bæði allir trúa því sem hann segir og heyri. Þannig að hann þarf að öskra þetta. Þú veist, hvernig hægt að gera þetta trúverðugan á hann hátt? Þetta verkefni sem Stanislavski leggur upp með og hann leggur til þessa hugmynd að brjóta hlutina niður í lítil verkefni. Þú veist, fyrsta verkefni kemur inn, sér hana. Það fyrsta verkefni. Þannig að ég kem inn, ég sé, ég tek inn hvað þarna hún. Fyrsta verkefni að sjá hana. Þú veist, næsta verkefni, ég vil nálgast hana. Af hverju vil ég nálgast hana? Hvorfor? Ég vil ná betra samband við henni, ég sá dýpri inn í augu hennar. Ok, ég veit, fyrsta verkefni ég kem inn, ég sé hana. Næsta verkefni, ég vil horfa inn í augun á henni. Þess vegna kem ég nær. Þetta eru mjög konkrétt verkefni. Og þessi tvö verkefni, þú þarft ekki að vera, þú veist, sannfæranleinn eða leika eitthvað fyrir eitthvað eða eitthvað að hafa áhyggjur aðrir trúa þér. Þú bara gerir þetta, í heiðarleika. Ég bara kem inn, hvar hún? Þarna hún, ég sé þig. Ég þarf að sjá betur inn í augun á þér, ég finna þér. Skilurðu? Þetta svona. Svo kemur næsta verkefni, þú veist, ég reyna að sjá í henni fegurðina. Eitthvað í þessu andliti sem ég elska? Og get ég ekki sagt það, ég elska þig. Eða get ég séð andliti einhverjar annarrar konu sem ég elska og sagt það. Það kannski tilfinningalega minnið, en það að brjóta niður í gerðir. Þetta þú veist, og einfaldasgerðir statusleikitin sem við höfum verið að æfa með. Taka háan eða lágan status. Það svo mikið af svona kjaftaði og gúrúum sem hafa verið að flækja þetta. En Stanislavski gæinn sem einfaldaði og bjó til svona trixabox. En það eins og margir sem hafa blásið þetta út á hinveginn, Blásið þetta út og... Á hinveginn, Á hinveginn. Eins og Hamlet segir, heilabrotin gera oss öll að gungu. Þú getur hugsað í hel. Já. Skilur mig? Þetta stundum svolítið þannig. En þú getur náttúrulega að fara eitthvað milliveg, skilur mig.
í söllu? Nei, ég meina, sko, málið það að svo ertu með talentirða leikara eins og þig sem hafa instinkt, skilur, þeir þurfa ekkert á þessu að halda. Svo eru sumir sem eru minna talentir eða hafa ekki aðganga sínum talent og þess vegna þurfa að nota verkfærabóksin, skilur. Þú veist, sumir þarf ekkert að segja, brjóta niður hvað situasjónin og brjóta niður. Aðrir hafa bara eitthvað svona instinkt, sko, ég ekki bara að leika þetta. Skilur hvað snýst þetta og þeir gera það. Þannig að verkfærabóksið þetta til þess að nálga sín eigin hæfileika. Við gætum talað lengi þetta og mikið þetta og það fullt af alls konar triksum eins og... Ég man þú sagði eins og við mig, ég hafði einhvern monolog sem átti erfiðleikum með, einhver leikriti sem við leikaði þér. Þá sagðum við Dóri, tileinkaðu þér æðruleysi sögumannsins. Mér fannst þetta svolítið gott. Þess að góðu sögumæður sem þú hittir með eitthvað sögu alveg á hreinu. Hann veit alveg hvernig hún byrjar, hverjir hápuntarnir eru, hvað merkilegt þessu sögu og hvernig hún endar. Og hann kemur að segja þér hana algjörlega æðrulaus gagnvart verkefninu. Að hann kann þetta svo vel og svona æðrulaus gagnvart í. Þannig að þetta kannski eitthvað, við höfum stundum notað þetta þegar með eitthvað stóra búta sem þeir að leika, að gera þetta að eitthvað svona æðruleysi. Það því að þú kannt þetta það vel, veist hvað þetta að þá skilar þessi einhvern veginn svona... Þetta grundvallar orð æðruleysi. Manni finnst það sko svo mikið tengjast leikhúsinu. Að þú getur að því æðruleysi að vera óttaslegin, viðurkenna að þú ert óttaslegin, en bregðast ekki við. Ég veit ekki. Raunin það svona einhver sannleikur. Þetta kannski líka þetta sem að þú kendi mig líka einu sinni sko þegar ég var að leika leikrit. Þá sagðir við mig, við leikhópinn, the text in your spine. Þetta notuðu bresku gamlu leikara þannig sko að þeir sem sagt lærðu textaðinn. Þannig að hann verður sko hluti af tilfinningaviðbragði. Þess að þú kannt eitthvað rosalega vel, þá getur þú gert það eins og þið sýnist. Sko við, þetta náttúrulega sko, leikarinn alltaf að mjólka og stækka og dramatísera, það partur af vinnunni, skilur, að mjólka, stækka og dramatísera. En stundum þegar maður þjappar hlutunum saman, gerir þá æðruleysi, lætur þá fljóta, það hraðar með þá, hættir að pæla í hvað öðrum finnst, skilur, eða hvort allt komið til skila, þá verður til eitthvað, þannig að stundum þá upplifir maður og sér hlutin. Ég man því vorum að gera Shakespeare eins og hann leikur sig á 96 mínútum og hvað við lékum suma hlutina ógeðslega hratt og hvað þeir urðu fallegir og skýrir. Ég man að þeir lékuðu sko alla Rómeó og Júlíu á okkur 5 mínútum. Og þú veist, og það varð samt fallegt, það varð samt þannig að við uppgötuðum söguna. Það varð samt þannig að við bara, vá, við föttuðum dramað og táruðumst. Og mér finnst þetta oft vera svona hættan í leikhúsinu, því að það vinna okkar að taka allt í sundur og brjóta allt saman og dramatísera alltaf hlutina og þú veist, þannig byrjum við að mjólka og byrjum að sýna okkur og leikarinn fyrir að taka mikið pláss og hann fyrir einhvern veginn að verða einhvern veginn aðalatriðið. En þegar maður pakkar því aftur saman og segir, bara láttu bara textan fljóta, skilur við, stroppa þessu, höldum áfram. Þetta ekki aðalatrið, þú og þínar tilfinningar ekki aðalatrið. Aðalatrið, markmiðið leiksins annað, að flytja sögun áfram. Og menn fara að gera hlutina hraðar, æðrulausara, einhvern veginn, hætta að pæli. Þá oft verður til skáldskapur, þá birtist skáldskapur. Heyrðu, nú erum við bara hérna í ákveðnu flæði hérna og þú nefnir hérna þetta leikrit. Þegar við tókum hérna Rómeó og Júlíu hérna á sín tíma í Shakespeare og leikhúsi fyrir 20 ára síðan. Fyrsta verkefni mitt sem treyst af leikhússtjóra sem ræðum mitt til verks, hann hét Magnús Geir og Leikfélag Íslands. Þá hafði ég áður gengið hér til leikhússtjóra hér og leikhússtjóra, hún sagði við mig að ég var með hérna utanliggjandi kynfæri. Þess vegna fekk ég ekki vinnu, því það var ákveðin stefna þá að bara ráða leikstjóra með innliggjandi kynfæri. Nema að þú væri með rússneskt utanliggjandi kynfæri. En ég var svo óheppinn. En það var mjög heiðarlegt, mér fannst það mjög gott hjá hann. Ég gekk burt mjög glaður vegna þess að það snýrist ekki mig eða mína hæfileika heldur bara kynfæri mín. Þannig að mér fannst það mjög þægilegt. Það ágætt að hafa það bara hreinu. Já, það var mjög hreinu. En að þú varst að nefna þetta leikið, þá langar mig til að brjóta þessu upp og spila bara eitt lag. Já, ekki að spila hérna. Og Shakespeare eins og leikhúsi. Og Shakespeare eins og leikhúsi. Þeir lagið bara Rómeó og Júlíu. Ég bara var að rifja þetta upp núna í morgun, ég hef ekki spilað þetta í 20 ár. Já. Ég ætla að vona að ég fari rétt með. Þetta spilum við í miðri sýningunni, sko. Og líka ætla að spila þetta vegna þess að hér á svið Borgarleikhússins erum við að leika
ævisögu Bubba Morthens. Já. Hann samdi frægt lag sem heitir Rómeó og Júlía. Já. Og nú ætla ég bara, þetta ekki fyrsta skipti sem að lag Rómeó og Júlía spila á íslensku leiksviði. Það var gert árið 2000 í Iðnó. Sem Vagga. Þetta textinn eftir því líka. Og lagið. Já. Mér minni stundin þá Júlía dó, ástarið var bundin honum Rómeó. Því þarf enda svona, jú alveg rétt, Rómeó greifa Montag, hún Capulet. Júlía litla Capulet þó, hættu að daðra við Rómeó, foreldrum hans og fóstra þín hefur fengið nóg. Rómeó litli Montag svei, hættu að púka upp á þessa mey, hún segir já og hún meinar nei. Ó vei, ó vei, ó vei, ó vei, ég dey. Þau töku bæðin eitur á ást þeirra var lagt bann, eldurinn var svo heitur sem milli þeirra brann. Því þarf enda svona, jú alveg rétt, Rómeó greifa Montag, hún Capulet. En sárum tvega sveipulífið þó, sagan af Júlíu og Rómeó. En sárum trega sveipulífið þó, sagan af Júlíu og Rómeó. Yes, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Mér finnst nefnilega svo heillaður af leikurinn sem getur spilað á gítar og sungið og oft vísur. Og þetta koncept sem við náttúrulega héldum áfram með. Já, einmitt. Þegar við fórum á nýja sviðið. Alveg rétt, já. En ég man samt, fyrsta minning mín af þér ég menntaskóla var að spila á gítar í fjölskylduboði. Og Óli frændi minn, Óli Palli frændi minn, sér mig hérna. Og Dóri, hann var aðal kallinn hann í MH. Já. Við verðum að koma hérna og spila, sem sagt á hérna busavígslu í MH. Já. Þá var ég svona 17 ára. Já. Og ég bara, já, þetta var fyrsta skipti að spila opinberlega á ævinni og ég var svo stressaður. Og ég með bróður minn með mér, sem að við vorum saman í fjölskyldubúði og var skemmtilegir. Og svo erum við fengnir upp á svið og það bara uppþótt í salnum, það eitthvað busavígsla. Og það svona krakkar hérna sem var að vera að busa og vera niðurlæga einhvern veginn. Og þú ert svona einn af þeim sem ert í því að niðurlæga og einelta hérna. Þetta var bara kúltúrinn þá. Þetta var busavígsla. Já, þetta var bara busavígsla. Og svo þegar við erum að spila, þá ert þú að horfa á okkur svona og ert að púa okkur. Bú! 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 Og við spilaðum hérna 2-3 lög og það var enginn að hlusta á okkur. Það var bara ekkert hlustað og púað. Svona byrjaði minn svona ferill sem eitthvað. Ég í salnum að púa þig. Og svo verður þetta bara það sem eftir er. Ég ætli í salnum að dásta þér. En frændi minn sem fékk mig í þetta, hann ætlaði að láta mig hafa eina vodkaflösku fyrir þetta. Hann ekki búinn að borga mér hana. Svo það komið fram. Það er komið fram. Heyrðu, hvað voru að tala um? Nei, með gítarinn. Já, einmitt. Þegar við, svo var mér treyst fyrir nýja sviðinu hérna. Það var náttúrulega stórkostlegt. Ég þarf náttúrulega að þakka öllum þessum kallmönnum í valdastöðum sem hafa hjálpað mér og treyst mér og gefið mér tækifæri. Og það er við hæfi á þessum tímum. Það er stundum sagt að kallmenn séu góður í því. Ég held að konur séu líka góður í því og ætti að vera betri í því. En ég hef svo sannarlega upplifað að mér hefur verið treyst og mér hefur verið hjálpað. Og ég fengi stórkostlegt tækifæri. Við minntust hérna á Magnús Geir, sem minn fyrsta leikhússtjóra. Fyrir utan ég fór til Svíþjóðar og þar var ég undir verndarvæng pólskmann sem hét Marek Kostrevski. Svo er ég ráðinn hérna af Guðjóni Petersen. Og hann... Byrja þarna svona þitt leikstjóra... Já, það byrjar með hérna Shakespeare leikhúsi. Það er fyrsta verkefni bara? Það er fyrsta verkefni í íslensku leiksviði, svona atvinnuleikhúsi. Svo ger ég Skáldanótt, það er Guðjón Petersen. Það var verk eftir Hallgrím Helgason. Frábært leikurinn. Settum það hérna upp, hérna á sviðinu. Og Gíó hann veðjaði á mig og svo hélt það áfram og hann gaf mér hérna nýja svið í 1 ár og ég var með leikhóp sem við
Og það eiginlega ótrúlega, það ensemble leikhús, alvöru ensemble leikhús sem við gerum. Þetta víst kallað ensemble leikhús en það það ekki raunverulega. Ensemble leikhús þegar sami leikhópurinn vinnur saman með sama leikstjóranum, trekk í trekk. Mismunandi verk. Já, og það gerist að það verður til tungumál innan hópsins og alla boðleiði verið styttri og það verður traust og árangurinn eftir því. Og ég held að við höfum náð miklum árangur. Við settum upp þarna... Þetta var 2 ár. Já. Nei, var þetta ekki 1 ár? Þetta gekk inn og annað leikár. Já, sko, þú varst með okkur hérna í... Svo var bara... Ykkur 3 að 4 leikurnum, svo komu aðrir leikstjórar líka, en sami hópur. Já, við gerðum hérna fyrst Blivit ung fött, eða fyrst Fæðismaður, Lína Knudsen, svo gerðum við Vetrarævintýri eftir Shakespeare, eða Sumarævintýri eins og við kallum það. Já. Og svo gerðum við Björkófs. En hérna, og þar var koncept að allir ætti að læra á gítar. Veistu? Við kunnum sum á gítar, sum ekki neitt, ég var nú með þeim sem kunni eiginlega ekki neitt, en mér fannst að við þetta var í Vetrarævintýri, við ættum öll að spila á gítar og læra og búa til lög. Allir áttu að koma með á æfingarferðinu lag og eitthvað sagði, en ég kann ekkert. Já, þá lærði komdu samt með lag. Já, og það eru stórkostlega lög þarna til. Já, frábær lög sem að koma þarna. Þú kenndir öllum á gítar held ég. Já, en svo, þú þarf bara að kunna svo lítið til þess að geta búið til lag. Og ég samdi þarna mín fyrstu lög og þetta var svona konsept hjá okkur. En já, þetta var í Sumarævintýri, þá komum við alltaf með hvert og eitt okkar með lag eiginlega. En þegar við vorum í Björkófs, þá áttum við að gera annað sem meira challenging fyrir mig allavega, af því að ég fæst svo sem við það að búa til lög. En það var allir eftir að gera myndlista performance einhvern tímann. Gjörning. Og það fannst mér svolítið erfitt. En það var heldur gaman. Hvernig, getur þú sagt? Það var Ragnar Kjartansson sem var atvinnulaus myndlistarmaður sem ég tók upp á arma mína. Þú bjóst hann til? Já, ég bjóð hann til. Bjóð strákinn til og hann fekk að gera leikmynd. Nei, hann var eiginlega meira svona ráðgefandi. Nei, ég man ekki, það var Stígur Steinþórsson var leikmyndateiknari og hann var alveg stórkostlegur að vinna með honum. Gerðum leikmynd fyrir 0 krónur, það var konseptið. Frábær leikmynd í þessu. Svo fengum við Ragnar til að hjálpa okkur og vera með okkur. Hann var eiginlega bara konsepthöfundur með okkur og kendi okkur allt myndlist og myndlistagjörninga. Og að því að við byggðum inn og við vildum ná orku. Í Björkófs vorum við að leita að non-acting orku, eða þessu óleikarlega. Akkurat. Að því að Þorvaldur Þorsteinsson var myndlistamaður og við höfum búið til leikgerð upp úr þessu mikla textasafni hans af mjög skrítnum og undir beltistað performansum. Og svo vildum við brjóta það upp og búið til myndlistagjörninga. Þetta var allt svolítið svona undirlífið eða undirmeðvitund þjóðarinnar eða fólks og mjög kynferðislegt og var svona sjálfsterapía og vorum með rosa svona gjörninga þarna sem voru mjög blóðugir sumir og Raggi hélt bara námskeið og við meðal annars þá vorum við að gera gjörninga. Mér minnist að þetta alveg margir ótrúlegir gjörningar sem koma þarna fram sem að þetta opnaði svolítið fyrir. Já, og það líka orka, það var alveg orka sko í myndlistamenn alltaf, við vorum svo pist út í, við heldum hérna málþing myndlistamenn, með myndlistamönnum leikhús og myndlist og þetta var alveg hræðilegt, það endaði með uppþóttum og látum og skætingi af því að það kom í ljós svo miklu fordómar, það var að segja myndlistamenn hafa fordómar gagnvart leikhúsi og leikhúsmenn hafa mikla fordómar gagnvart myndlistamönnum. Þetta það sem ég hef svolítið var við í okkar stétt og með listamanna, þetta opna og vísina fólk, þetta oft fordómafyllsta fólk sem ég hitti, það listamenn. Við viljum bara skjóta þessu inni, en halda áfram. Einmitt, og myndlistamönnum finnst leikhúsið tilgerðarlegt og vera iðnaðarstofnun, skilurðu, og fabrika og leikarar tilgerðarlegir og sjálfsmeðvitaðir. Og leiklistamfólki finnst myndlistamenn vera letingjar. Nenni ekki að æfa sig og þú veist, og bara hippigippar sem gera bara einhvern ramma og einhvern blett í miðjan ramman. Svona í stórum dráttum eru þetta fordómarnir. Og þetta kom alveg í ljós þarna. En þetta eru auðvitað... En það að láta þetta mæta, skilur, sko, þetta var svolítið gaman að leggja þessu leikriti, að það mátti ekki leika of mikið, ekki teikna textan upp. Þetta náttúrulega, þú veist, við vorum náttúrulega í rými sem var kassi og námt. Þetta auðvitað endalaus glíma. Ég var að sjá sjónvarpsupptökur af
af sviðsverkum eftir mig núna, Íslandsklukkunni, og sem sko stóra sviðsverk. Það sem við erum að vinna með í breyttista gestalt, sem náttúrulega bara, þú veist, þú teiknar upp karakterinn, essensfígurina í líkamaðinum. Og þegar þú tekur svo nærmynd og klipp, þá verður þetta mjög svona stórt leikið. En þetta format sem hugsað og býr til samkomulag svona leikstíl. Það ekki hægt að ofleika. Það raunin ekki hægt að ofleika, það hægt að leika illa. Þetta spurning hvaða orkustig þú leikur. Algjörlega, en þetta kemur náttúrulega allt svona, kemur rosalega illa út í kameru. Já. Það vandamálið. Leikarinn að vinna í viðmynd. Já, akkurat. Hvað finnst þér þetta að vera að taka upp leiksýningana einar og sýna þar í sjónvarpi? Þetta mjög erfitt núna. Ég var alveg rosalega erfið innbyrðis og þegar ég sem sviðshöfundur búinn að klippa sýninguna. Fyrir leikhús? Já, fyrir það format? Sem leikstjóri þá ertu alltaf að hugsa fókusinn, skilur við. Þú þarft að passa að ljósamaðurinn verði ekki að hafa of mikið mist í loftinu til þess að lýsingin hans njóti sín ekki, þannig að allur fókus augnanna alltaf bara á lýsinguna. Þú þarft stundum að breyta þessum fókus úr víðum í þröngan. Þú þarft að skipta fókus frá vinstri til hægri, þú gera með hreyfingu eða hljóði, þannig að þú ert búinn að klippa sýninguna. Þú ert að hugsa, hvar vil ég áhorfandi horfi? Hvað vil ég hann sjái? Hér erum við með tákgræna þrívíða mynd sem segir eitthvað eins og tablóa. Hér ég með andlit leikarans, ég vil að hann drægist inn í ljóðræðinu og svona eins. Svo sýningin success og það bara stillt 6 kamerum og það bara tekið upp og svo bara klipp. Og þá einhverjir klippara annarkvort live eða eftir og bara, já, horfum aðeins á Dóra hér. Skiptum á nærmynd þarna, skilur við. Þetta verður nýtt verk. Og reynir eyðileggur allan fókus. Ég veit það. Þannig að þetta mjög vandmeðsamið. Ef maður ætti að gera þetta, þá þyrfti ég að gera þetta sjálfur og fara alla leið. Já. Halleluja. En við vorum að tala myndlistina. Já, myndlistina og gjörningana. Já, og mér finnst þetta ótrúlega auðlind og þetta var ótrúlega lærdómsríkt og ég ber djúpa virðingu fyrir myndlistamönnum og skil hvað þeir leggja mikið á sig og þetta mikil tilengun í þessu, en það þarna sérkennilegi fordómar og mínu fordómar snerist í gegnum performansin, af því ég upplifði myndlistamenn stundum ekki að æfa sig, ekki undirbúa sig, af því þeir voru alltaf svona fiska eftir einhverju svona happeningi, skilur við, fannst það bara, já við gerum þetta svona og svona og svo gerður þetta og svo þegar gerður þetta þá kom eitthvað allt annað út og það var ekki það sem þeir ætluðu að gera, en þeim fannst það bara skemmtilegt að þetta var bara happening, skilur við, og þetta pirraði mjög óstjórnlega, skilur við. Þegar þetta var ekki pródúserað? Já, það menn sá þetta ekki fyrir mig, unnið ekki út alla leið, sem auðvitað ákveðið konsept og þetta auðvitað, það eru hugtök eins og non-art og art-art og alls konar hluti sem komið í þetta. Ég var eins og að leika hérna í leikriti, þar sem að Eyvindur Erlendsson var að leikstýra mér og þá við leitum mig og Árna Pétur Guðjónsson æfa okkur í non-presence sem við áttum að labba hérna á svið og við erum með enga útgeislun. Það rosalega skrítið. Það svo magnað þegar ég sitt hann í salnum sem leikstjóri og þið eru hérna að vinna og svo kemur sviðsmaður sem kemur hljóðmaður og lappar yfir svið. Það stórkostlegt. Það vegna þess að hann fucking stelur allir athygli. Með non-presence. Með non-presence. Já. Og þið verðið bara einhvern veginn. Það annað orkusvið. En hérna, það líka annað því við erum að tala leiklist. Ég vil að tala Gíó, af því að Gíó kendi mér svo marga hluti. Það voru 2 stór prinsip sem Gíó kendi mér. Í rauninni hann ól mig hér upp sem leikstjóra. Hann gaf mér þetta ótrúlega tækifæri. Já, þú óðst hér í verkefni. Já, eða alveg. Og hann pressaði mig stundum að gera verkefni sem ég vildi ekki gera, eins og draumleik. Hann bara píndi mig til að gera draumleik með Grétari, sem var minn stóri háskóli. Og Grétar Einarsson náttúrulega bara stærsti snillingur íslenskra leiklistarsögu á margan hátt og hann óþrjótandi lynd og vinna með honum var ótrúlega lærdómsrík. En Gíó sagði hluti við mig sem til dæmis ég hef notað í kvikmyndagerð endalaust. Það var alltaf sama prinsipi. Ég var búinn að æfa sýninguna, æfa atriðin, teygja atriðin, dramatísera, Svo setti ég saman sýninguna, fyrsta reynsli. Og Gíó kemur og horfir á þetta og ég svona, já, þetta eitthvað sem vantar en þetta eitthvað. Og hann sagði alltaf, dýnamík, Benni, dýnamík. Bara, vantar dýnamík. Dýnamík. Og ég var alltaf bara, hvað þessi fucking dýnamík sem alltaf að tala um? Hvað dýnamík? Og ég fór að skoða, hvað meinar hann með dýnamík? Og það sem í essens hann var að tala um, að í rauninni
er þetta kallað eitt form af dýnamík eða er tempóbreytingar. Leikari er sá sem ræður við tempóbreytingar. Nákvæmlega. Það er að segja, og það er þó bara eitt form af dýnamík. Það er að segja að við í grunninn höfum einhverja dramatúrgíu þar sem við þurfum breytingar á orku og dýnamík í frásögninni til þess að halda athygli okkar vakandi. Og þegar við erum búin að greina allt í sundur og æfa allt í spað, þá erum við stundum alltaf komin á sama level, sama tempó. Það er sama dýnamík í gegnum allt kvöldið. Og þetta sérði í myndum til dæmis arthouse kvikmyndaleikstjóra. Þetta eru oft ungi leikstjórar, þetta er fyrsta önnur mynd og þetta er allt á sama tempón, sömu löngu skotin, sama tilfinning, sama intensitet, allt eins. Og þetta var rosalega góðar myndir, rosalega krefjandi. Það verður svo krefjandi, það verður svo leiðilegar. Af því það vantar dýnamík í framsögnuna. Krefjandi er svona annað orð kannski bara yfir leiðilegt. Já, yfir leiðilegt. En þú veist, dýnamík getur verið, sko, fyrir mér ekki bara tempó, hægt, hrægt, þetta getur létt, þungt, ógnandi, skilurðu, kærulaust. Það er orkan í sýningunni. Þannig að hver kafli hefur ákveðna orku og hún er öðruvísi en orkan eða intensitetin í hinum. Og þessi breytingar á orkustigum er dramatík sem kveikir í okkur. Og við sem svona apar út í sal, þetta líka virkar á okkur sem dramatík, sem breyting. Og þetta var alltaf, sko, því að við erum að slíta í sundur, þá getur þetta orðið svo gagnsætt og gisið og í sama tempói. Þannig að þetta er bara tempóbreytingar? Já, tempó eða orkubreytingar. Og þetta hjálpaði hann mér rosalega að hugsa um, þannig að ég byrjaði að hugsa þetta svona og þetta hefur verið mitt prinsip líka í kvikmyndagerð að átta mig á þessu. Svo er hitt sem Gíó sagði alltaf, Benni, hérna, þú verður að hafa súkkulaði í vasann. Já. Hvað þýðir það? Þú verður að hafa súkkulaði í vasann. Sem leikstjóri verður maður að hafa súkkulaði í vasann. Og það þýðir rauninni bara, þú verður að vinna heimavinnuna. Þú verður að, sko, og það er burt sér frá því hversu opinn þú ætlar að vera sem leikstjóri og vinna mikið í hóp og láta hlutina fæðast. Því það er hlutverk okkar og mismunandi eftir verkefnum er að búa til skapandi andrúmsloft þar sem allir eiga eitthvað, þar sem allir geta lagt sitt til, þar sem við vitum ekkert hvaðan hugmyndirnar koma og skiptir ekki mál hvort það er vond hugmynd eða góð hugmynd, því vondar hugmyndir fæða góðar hugmyndir. Þannig að þetta generositet og þannig að þú gætir haldið það að þú sem leikstjóri eigi þá bara ekki vera með neitt súkkulaði í vasanum, skilur þú eigi bara að vera opinn, hei krakkar, gerum þetta saman, en ég ætla samt að fá að ráða ef við verum ósammála. Nei, þú þarft að hafa einhverja hugmynd sem jafnvel þú hendir inni, af því það fæðist önnur, þá þarft að vera búin að vinna vinnuna þína og þú þarft að vera með súkkulaði í vasanum til þess að gefa leikurunum, örva þá, hugmynd, konsept, stefnu, einhverja vision, eitthvað ljós, eitthvað sem þú sér, og það kveikir í leikhópnum og það getur fætt að sér eitthvað annað þannig að við getum kannski búið til súkkulaði köku. Einmitt svo fer það bara lífið sinni sjálfstæða lífi. Já, eða rjómaköku með súkkulaði lagi eða eitthvað, skilur. Þannig að það verður talandi bakaran. Já, einmitt. Heyrðu, ég er með súkkulaði hérna í vasanum, sko, já, alveg rétt. Við vorum að tala Björkhoff góð sáðan, bara gaman að við skulum vera að tala það, því að þetta verður leiklesið hér á fimmtudaginn. Já. Og þetta þótti svolítið svona tímamótaverk, eða þú veist, tímamóta, þetta vakti ofsalega athygli þessi sýning á sínum tíma. Hann Chris var hérna, Ottridge, heitir hann ekki? Jú, Astridge, hann var sviðsstjóri hjá okkur. Þetta var fyrsta árið hans og hann tók við nýja sviðinu. Og ótrúlega, við vorum með hennar stóra og fallega leikhóp og hann var svo kurteis og hann var svo prófessional, hann var svo breskur og ég samdi maður lag, fyrsta lagi sem ég samdi. Heyrðu, á ég kannski að spila? Hvernig væri það? Það hljóma frábælega, Benni, spila það endilega. Ég ætla að spila lagið að því við erum í leikhúsinu, hann Chris. Þú getur kannski rattað það með mér. Já, þetta, á ég ekki bara að spila það? Já, þú vilt bara að spila það, já. Ég skal bara spila það. Jú, þú spila það. Vegna þess að þá getur þú haldið á blaðinu. Já, ég man þetta nú kannski. Ok, C, G, A og E, og svo A og E, hann. Hann gengur svo hljótt hið nýja svið, það heyrist hátt hann talar. Innan leikara sem bara tala sig og áhorfendum vísar til salar. Eins og Kristur sem forðum á vatninu gekk, hann gengur til vinnu sinnar. Hann þurrkar hér bæði gólfstól og bekk, því hann sannur þjónn listarinnar.
Þegar síðasta klappið dáið út og leikarinn heima hjá sér grætur. Hann slekkur ljósið og gengur út á vitinnar hyldjúpu nætur. Eins og Kristur sem forðum á vatninu gekk, hann gengur til vinnu sinnar. Hann þrífur hér bæði gólfstól og bekk, því hann sannur þjónn listarinnar. Það hrósa fáir verkum hans og leikdómar þau fjalla. En listgyðjan þarfnast samt þessa manns, þó aðrir hér telji stórir kallar. Já, sem Kristur sem forðum á vatninu gekk, hann gengur til vinnu sinnar. Hann þrífur hér bæði gólfstól og bekk, því hann sannur þjónn listarinnar. Þetta var aldeilis fallegt hann Chris við okkar. Ég man í einum hérna... Talandi æðruleysi. Algjörlega. Það maður sem kennir það. Og ég man einmitt þegar við vorum í þessum performance-leikjum hérna. Eitt performance var sem sagt Harpa Arnardóttir leikkona með egg, stilti eggjum upp stilti svona 50 eggjum upp í hérna á sviðinu og með mikrofón labbaði svo upp að einu eggi, hverju eggi fyrir sig og spurði egginn spurninga. Eins og, hvað uppáhaldsmaturinn þinn? Spurði sér egg, hvað uppáhaldsmaturinn þinn? Svo kom náttúrulega ekkert svar. Hvað uppáhaldsmaturinn þinn? Ekkert svar. Hvað heldurðu heila á að sért hérna? Svarar ekki spurningunum mínum! Tókst á hvert egg og brauð það. Og spurði svona 50 spurninga. Og pikkaði fæt í hvert einasta egg og maskaði því. Hvað uppáhaldsliturinn þinn? Svaraði helvítið þitt. Hvað heldurðu sért? Og þetta fekk mjög á hann því að þetta náttúrulega... Hann verður að þrífa upp alla veggina. Heyrðu, já, þú veist að byrja hérna að leikstýra og svo bara, þú veist, þetta nokkur ár, tekur alltaf að vera eitt og eitt verkefni. Svo bara að taka bíómyndir allt í einu hugðin allan, eða svona, ferðu út í það að leikstýra bíómyndum. Og þú skrifar handritin sjálfur á þessum myndum. Af hverju skrifar ekki leikrit, þú ert alveg upp í leikhúsi? Erfiðara að skrifa leikrit heldur en kvikmyndahandrit? Sko, já, ég svona, þetta nefnilega mjög merkilegt. Ég upplifi mig frjálsan þegar ég skrifa kvikmyndahandrit. Já. Þar finnst mér enginn horfa yfir öxlina á mér og þar get ég leikið mér sem svona handritshöfundur. En gagnvart leikhúsinu og bókmenntatextum þá herji ég með einhverjar innri raddir undir meðvitundarinnar, einhverja verði sem hleypa mér ekki, gera mig ekki frjálsan. Það eru einhverjar innri hömlur sem stoppa mig af því ég tek það eitthvað hátíðlega. Af því ég lesi svo marga fína texta, séu það til. Já, ég skil. Sko, kvikmyndahandrit ekkert bókmennt, sko. Þess vegna get ég leikið með þar. Það er bara atriði, maður. Já, ég get útskýrt það og það þarf að vera læsilegt og þannig að fólk skilji og nenni að fjármagna myndina. En það er vinnuplagg, séu það til. Meðan, sko, það er þessi hátíðleiki gagnvart þessum bókmenntatexta og díalógnum sem kannski hefur stoppað mig. Þetta er svona, ég þarf að ræða þetta betur við sálgreininn minn. Þú sagðir einhvern veginn leikrit ekkert í mínum huga. Þetta er vinnuplagg, þetta er hugmyndaperformance. Já, það er rétt, já. Sko, ég nota þetta með að brjótast, út úr sem bókmenntir bara... Leikrit ekkert bókmennt, það er ekki marka á þessu texta, þetta er bara vinnuplagg. Þú veist, þetta er ekki list. Þetta er engin list í þessum texta. Það er leiklistin á sér stað á sviðinu, skilur. Það er það sem er að búum, skilur. Og vera virðingarlaus gagnvart textanum náttúrulega líka grundvallarhlutur. Skilur, sem aðferðafræði, sem leiktækni, sem leikur til að nálgast og gefa sér frelsi. Og svo það mismunandi, svo náttúrulega engin regla til. Halldór, ég þarf að kenna þér eitt. Það ekki til neina reglur. Þannig að prinsipið að vera virðingarlaus gagnvart textanum frábært prinsip, en það engin sannleikur því að það geta verið textar og leikrit sem þú vilt bera mikla virðingu fyrir. Sko, það tvær aðferðir til að nálgast texta. Annars vegar
Heyrðu, þessi texti bara materiál fyrir mig, fyrir leikhúsið mitt. Þetta bara lítið hráefni ásamt leikhúsum og mínum hugmyndum sem gera mína sýningu, skilur við. Bara, þetta get ég gert fyrir klassík, skilur við. Nú verður að tala sko, leikhúsfræðingar hafa bent á þetta sem vandamál. Já, þetta ein aðferðafræði. Þetta eru leikstjóra leikhús. Það eru gamli kallar hérna með mjög sérkennilega fagfræðilega fórgúsögu sem líkt á þetta sem glæp, gagnvart texta. Svo það hin aðferðin og það að líta á textan sem, ok, hver kvöl höfundarins sér? Ég þarf að finna hana og ég þarf að leiða hana í gegnum verkin og ég þarf eins og að vera kristall. Við þurfum að finna kvöl höfundar og leiða hana og við þurfum að byrja virðingu fyrir höfundinum. Við byrjum virðingu, hvað vildi hann raunverulega? Hvað höfundurinn að meina? Hjálpum höfundinum, skilur við? Og það getur verið gaman það mjög mikilvægt að taka svona verk. Mér finnst ég oft hafa þessa afstöðu gagnvart gömlum íslenskum verkum sem ég set upp eða öðrum verkum. Þú veist, þú tekur einhvern heilagan texta eins og Íslandsklukkuna eða eitthvað, eða Guðmundur Steinsson. Fyrir mér er þetta heilagur texti. Ég ber virðingu fyrir honum, ég vil hjálpa höfundinum, skilur við. Ég nota hann ekki sem eitthvað materiál sem ég ætla að skena mér á eða hvað maður segja, ég ætla að búa til mína köku úr. Þannig þetta eru svona tvær afstöður. Já, og svo það hefur svolítið verið það... Er ég leiðilegur núna? Nei, þetta er mjög athyglisvert, mjög gaman að heyra þetta. Og meðal annars þessina sem við erum hér að ræða þetta. Sko, nú er verið að tala oft um að afbyggja verk. Hvað finnst þér þessa afbyggingu sem oft, verk tekið og það afbyggt? Já, þetta er þessi afbrigðafræði, þess að taka verk og nota það sem materiál, skilurðu, og sem bara, það er bara hráefni og ég ætla að gera leikhúsið og ég höfundurinn eða hópurinn, við erum höfundurinn. Og þetta er bara, sko, önnur leið til að baka þessa köku, skilur við. Þetta er bara eins og að taka uppskrift, ég ætla að fylgja uppskriftinu, ég ætla að styrkja henni, ég ætla að bæta henni, ég ætla að hjálpa uppskriftinni svo höfundur uppskriftarinnar hugsa hana, sem er náttúrulega bara, þú veist, þú verður enga fucking hugmynd það, þú getur bara ímyndað þeirra, það er ákveðin afstaða, eða bara, byrju, hvernig þessi, þetta er svona, já, ég ætla bara að gera svona, skilur við, og þú tekur uppskriftina með svona laissez-faire attitude. Og þetta er líka, þetta er löglegt, þetta er gaman. Svo geta menn náttúrulega farið inn í svona, alltaf verið að gera sömu afbygginguna. Ég meina, þú getur séð það líka á mörgum leikhúsmönnum og frægum og stórum sem eru rauninni oftast að gera sömu sýninguna. Það skiptir ekki máli hvort þeir setja upp Strindberg eða Shakespeare eða hvað þeir eru. Þeir eru alltaf að afbyggja þetta og búa til svona svipaða köku sem við könnumst við. Strindberg, sem sagt Draumleikur, þetta er eina Strindberg-sýningi sem hefur verið sett upp hér á íslensku leiksviði í 30-40 ár. Já. Af hverju það? Draumurinn. Er hann erfiður? Er hann svona erfiður eða er þetta ekki nógu góð leikrit eða? Já, hann er náttúrulega barnsins tíma og svona, en sko Draumleikur er náttúrulega, ég get alveg sagt þegar ég las Draumleik fyrst, ég bara, guð minn góður, hvers konar steypa er þetta? Og Gíó, hann alveg píndi mig til að gera þetta. Já. Og það var alveg ótrúlega, ég var mikið þakklátur og ég var mjög stoltur af þessari sýningu. Ég held að hún sé eitt af því fallegasta sem mér hefur tekist að gera á stóra sviðinu. Sýning ársins 2005. Kúlanas, Grétars og allt hvernig við listum, aftur breyttisgestalt, stór leikur. Vorum að vinna með ungum leikhóp, nefndaleikhúsi, sem við blönduðum saman og vorum alveg, sko, ég man að við vorum alveg siðlaus gagnvart því að við vorum ekkert að passa upp að þau fengju jafn og góð hlutverk. Þetta var bara Borgarleikhúsið í samvinnu þau, bara settum Strindberg og við nýttum þau eins og við gátum og þau voru frábæra og margir fengu mjög fín hlutverk, sumir fengu minni hlutverk og svo vorum við með reyndarleikari héðan og blönduðum þessum saman. Þetta var ekki þannig beinlínis nemendaleikhús, þetta var svona leikfélagsýning. En ég var mjög ánægð með þessa sýningu, það var svo margt visuelt og þessi kúla. Þetta var rosa flott með þetta. Heyrðu, já, það... Eigum að ljúka þessu... Nei, ekki ljúka þessu, en ég var að hugsa, ég vil endilega halda á, ég var langað að skrifa lagið um Gíó. Já, um Gíó? Já, ég samtitt um Gíó. Já, sko, ég nefnilega einmitt, því að nú voru hér leikhússtjóraskiptum daginn, það er búið að svona, þú veist, þetta fór að staði ákveðin atburðar í þessu húsi og annar leikhússtjóri kom og ég mani með þetta, þú samtinnir svona lag um leikhússtjóra. Já. Og það samtinnir um Gíó á sínum tíma. Í mínum huga er þetta svolítið generált bara leikhússtjórnum. Ég var að reyna að rifja þetta upp, ég man ekki alveg hvernig, það er eitthvað sem ég hef gleymt í þessu lagi, en það inspirasjónin Gíó og Gíó var náttúrulega, eins og ég náttúrulega kynntist þessu rosalegri glímu leikhússtjóra að leikhússtjórar voru náttúrulega verst umtalaða fólk á mínu heimili. Það var alltaf mikið leikhússtjórarnir, þeir voru alltaf teknir og hakkaðir. Ég sagði þetta við Gíó aukt með að hann var labbandi gangana, hann gekk svo mikið á þetta var svo erfitt og ég sagði, hvað, er þetta eitthvað vandamál Gíó? Þú bara
segir bara hvaða leikrit á að setja upp, hver á að vinna við það, svo ert þú bara fann í kaffi. Já. Hann bara, já, ég hélt það, ég var byrjað, ég hélt það er bara ekki þannig fyrir mig. Endalaus pólitík, leikustjórinn það, pólitík og sérstaklega var hérna fyrir leikfélagi, það var alltaf á kúpunni. Já. Og svo eru brjálaði leikarar og leikhúsmenn og besserwisserar og hérna leikustjórinn stendur við gluggann sinn innan megin. Það var brottur í þessu. Já. Horfir á þúsundir bíla keyra megin. Fólkið á leið heim í sín hús. Hvers vegna kaupir það ekki miða í leikhús? Hvers vegna kaupir það ekki miða í leikhús? Það var eilíf glíma hérna, fór fólk í leikhúsin. Leikustjórinn talar við reiðan leikara. Hann vill ekki láta koma fram við sig eins og einhvern helvítis feikara. Hann vill stærri hlutverk og hann vill fá að glansa með glans. Skína með glans. Því fólkið þarna úti það bara þekkir ekki neitt til hans. Fólkið þarna úti það þekkir ekki neitt til hans. Leikustjórinn talar við reyndan leikhúsmann. Hann vill láta setja upp leikritið konu og mann. Það góð mig. Það kominn tími á þetta alveg frábæra verk. En fólkið þarna úti það hefur engan áhuga, hvað get ég gert? Fólkið þarna hefur ekki áhuga, hvað get ég gert? Og svo framvegis. Svo var síðast erindi, ég man ekki hvernig það var. Leikstjórinn sest upp í fína bílinn sinn. Já, hann fer út í Bónus og kaupir í matinn og rauðvín og sjálfan bjórinn eitthvað. Hann stoppar á rauðu ljósi og leiðinni heim. Því sjálfur jú leikustjórinn einn af þeim. Sjálfur jú leikustjórinn einn af þeim. Og svo framvegis. Þetta frábært lag. Þetta var eitthvað fyrir leikustjóra. Heyrðu það fann að síga á setjum þetta á sig okkur. Einn spurning bara hérna að lokuð. Já. Þú sagðir einu sem við mig. Já. Fyrir 20 árum. Leikhús deyjandi form. Já. Já. Ertu ennþá að selja skoðun? Já, þetta grundvallar hugmynd sem leikhúsfólk þarf alltaf að rifja upp, sérstaklega á fyrsta samlestri. Leikhúsið deyjandi form, leikhúsið dáið. Ef maður byrjar þannig að segja leikhúsið dautt form, þá verkefni hverjar sýningar að kveikja líf. Já. Aftur í þessu formi, endurnýja formið, finna upp nýtt leikhús en nær þessu liði þarna sem bara, þú veist. Þannig að þetta grundvallar hugmynd í leikhúsinu að segja leikhúsið deyjandi form, það dautt form, leikhúsið dautt. Leikhúsið dautt. En ég, þetta lífgaði við. Látum þetta vera loka orðin hérna. Benni, frábært, takk kærlega. Takk fyrir. Ég myndi knúsa þig og allt, mættu það. Já, og til hamingju með nýja leikhússtjórann, hann Brynhildis. Já, takk, sömuleiðis bara. Sem leikari eins og við. Já, bara, ég má skálum, við höfum skálað hérna. Já, skálum. Takk og bara sjáumst. Sjáumst.